Mér langar bara að þakka fyrir að fá tækifæri til þess að kynna doktorsrannsóknina mína hjá okkur í dag. Ég er nýbúin að verja doktorsritgerðina mína og eins og þú sagði þá var Gunnar Þór leiðbeinandi minn í þessu verkefni og ég var að vinna sem kandídat og deildarlæknir fyrir rúmum 10 árum síðan og þá einmitt kynntist ég Gunnari og þá byrjaði þetta starf. Ofvaxtarhjartavöðvakvilli eða hypertrophic cardiomyopathy einkennist af annars óútskýrðri þykknun á vinstri slegli sem ekki skýrist af öðrum undirliggjandi sjúkdómi, til dæmis háþrýstingi sem getur valdið þykknun á slegli og stenósa í aortalokunni. Og greiningarskilmerkin eru þykknun á sleglinum 15 mm meira sem þá ekki útskýrist af einhverjum augljósum sjúkdómum. Sjúkdómsmyndin getur verið gríðarlega breytileg. Flestir sem eru með sjúkdóminn vita sennilega ekki af því og lifa eðlilegu heilbrigðu lífi og með eðlilegar lífslíkur, en hluti sjúklinga er í áhættu að þróa alvarlegar hjartsláttartruflanir, skyndidauða eða hjartabilun. Sjúkdómurinn erfist venjulega ríkjandi erfðamynstri og algengi í þjóðfélaginu er talið vera 1 af hverjum 500 einstaklingum, sem þýðir að þetta er algengasti arfgengi einkenna hjartasjúkdómurinn. Það eru meira en 2000 stökkbreytingar í genum sarkomerprótína sem hafa verið tengd við HCM, en meira hluti stökkbreytinganna er í þessum 2 genum hér, myosin binding protein C og beta-myosin heavy chain. En stökkbreytingar í þessum genum útskýra það bil 70–80% af þeim sem eru með stökkbreytingu. Og það greinist stökkbreyting hjá það bil 40–60% sjúklinga sem eru með sjúkdóminn, á meðan að skýring finnst ekki í svona 25–30% tilfella. En svo eru aðrir sjúkdómar sem valda hypertrófíu sem að útskýra sjúkdóm hjá 5–10% þeirra sem eru með hypertrófíu í vinstri slegli og þar með talið Fabry-sjúkdómur sem að finnst hjá svona 0,5–1% sjúklinga sem að greinast með hypertrófiska kardiomyopatí. Fyrsta greinin okkar birtist í Circulation árið 2014 og í þessari grein þá erum við að segja frá algengi og arfgerð ofvaxtarhjartavöðvakvilla kardiomyopatí á Íslandi og hvernig klínísk birtingarmynd er. Og hérna var í raun og veru markmið að finna alla sjúklinga á Íslandi með þennan sjúkdóm og til þess að finna sjúklingahópinn þá þurfti ég að fara í gegnum sjúkraskrár á sjúkrahúsinu, fór í gegnum á öllum stóru spítalum í Íslandi, Landspítala og Akureyri, þeir sem eru með hjartalækna og einnig á stofum hjartalækna og svo fór ég einnig í gegnum ómunnar gagnabanka til þess að leita þeim sem höfðu greinst með þykknun og ómun og alls greindust 180 sjúklingar sem höfðu þá fengið greininguna hypertrófisk kardiomyopatía. Af þeim voru 150 á lífi og var búið þátttaka í rannsókn. Og við sem sagt gerðum erfðarannsókn og sendum blóðsýni úr þáttakendum til Boston og þar var skrínað fyrir stökkbreytingum í 8 sarkomergenum en einnig í GLA-geninu sem getur valdið Fabry-sjúkdómi og svo skrínum við líka önnur gen sem eru tengt svona glýkogen upplæstu sjúkdómi sem geta einnig valdið hypertrófíu. Og niðurstöðurnar úr erfðarannsóknum voru athyglisverðar. Það kom í ljós að 58% af þeim sem voru með sjúkdóminn voru með sömu stökkbreytingu í myosin binding protein C geninu og þetta útskýri það voru mjög fáar aðrar stökkbreytingar sem greindust, þannig að 95% af þeim sem voru með stökkbreytingu voru bara með þessa einu stökkbreytingu. Og svo kom einnig í ljós að
8 einstaklingar eða 5% af sjúklingahópnum reyndust hafa stökkbreytingu í GLA-geninu og svo kom í framhaldinu ljós að þessi einstaklingar voru með Fabry-sjúkdóm. Samstarfsaðilar okkar hjá Íslenskri erfðagreiningu fundu út að þessi algenga stökkbreyting svokölluð landnema stökkbreyting eða founder stökkbreyting og hana má rekja aftur til 15. aldar á Íslandi og algengi stökkbreytingarinnar hér á landi 0,36% sem þýðir það að það eru 1200 Íslendingar sem bera þessa stökkbreytingu. Við bárum saman einstaklinga með sjúkdóm sem voru með þessu stökkbreytingu og þá sem voru með sjúkdóminn voru ekki með stökkbreytingu. Og þá kemur ljós að þeir sem eru með stökkbreytinguna, þeir eru að greinast fyrr með sjúkdóminn en þeir sem eru ekki með stökkbreytingu og svo eru þeir margt líklegri til þess að lenda í áföllum tengt hjartsláttartruflunum og hjartabilun. Og nú ætlum ég að vinda mér í næsta kafla rannsóknarinnar, en þá skoðum við nánar þessa einstaklinga sem greindust með stökkbreytingu í GLA-geninu og reyndust hafa Fabry-sjúkdóm. Og hérna sem sagt buðum við fjölskyldumeðlimum að koma til þess að kanna hvort að þau bæri þennan sjúkdóm og hvernig sjúkdómsmyndin væri. Og ég ætla að segja aðeins frá Fabry-sjúkdómi. Fabry-sjúkdómur X-bundinn lýsósómal uppleiðslusjúkdómur sem orsakast af stökkbreytingum í GLA-geninu og veldur skorti á ensíminu alfa-galaktósidasa A. Skortur á þessu ensími leiðir til uppsöfnunar á glýkósingolípíðum í lýsósómum fruma sem getur valdið sjúkdómi í fjölda líffæra. Það eru 2 megingerðir til af Fabry-sjúkdómi. Það annars vegar þessi svokallaði klassíski Fabry-sjúkdómur sem mjög sjaldgæfur og talið finnast það það bil 1 af hverjum 40.000 karlmönnum og hann einkennist af nánast algjörum skorti á þessu ensími og karlmenn sem eru með þennan sjúkdóm, þeir fá venjulega einkenni í barnæsku, meðal annars sársaukafullan verki og dofatilfinningu í hendur og fætur, þeir svitna lítið og svo fá þeir gjarnan svona óljós meltingarfæraeinkenni og svo þegar þeir verða fullorðnir þá dæmigert að þeir fái þykknun í hjarta, nýrnabilun og sjúkdóm í taugakerfi. Hins vegar svokallaður later onset Fabry-sjúkdómur, hann ekki alveg eins alvarlegur af því þar einhver ensímvirkni til staðar þótt hún sé minnkuð og þess later onset Fabry-sjúkdómur líklega vangreindur og miklu algengari heldur en þessi klassíski sjúkdómur og hérna dæmigert að einkenni komi fyrst fram á fullorðinsárum en þá svipuð einkenni samt og þessi klassísku fá, nema kannski bara seinna og oft ekki alveg jafn alvarleg. Af því að þetta X-bundinn sjúkdómur, þá fá konur yfirleitt vægari sjúkdómseinkenni heldur en karlar, en það samt mjög breytilegt á milli kvenna hversu mikið þær tjá ensími. Og sem sagt þegar þessar stökkbreytingar greindust hjá einstaklingum sem voru með greininguna hípþrósk kardiómýópatíu, þá var ekki alveg augljóst til að byrja með hvort þeir væru með Fabry-sjúkdóm ekki eða hvort að stökkbreytingarna væru svona góðkynja erfðabreytileiki. Og önnur stökkbreytingar hafði ekki verið lýst áður en hin hafði verið fundin en ekki lýst hvort það væri sjúkdómur sem tengdist henni eða ekki. Þannig að við þurftum að finna út af því og þá þurftum að gera ítarlegar rannsóknir á einstaklingunum og fjölskyldumeðlimum til að finna
til að sjá hvort þið væri með raunverulega Fabry-sjúkdóm eða ekki. Þetta ættatré sýnir fjölskyldu A, þetta voru 2 fjölskyldur og 2 mismunandi stökkbreytingar og til að koma í ljós að allir sem voru sömu stökkbreytingar voru skyldir og það voru þá 5 einstaklingar sem greindust í rannsókninni með þessa hérna stökkbreytingu og svo leiddi fjölskylduskimun í ljós að voru 11 einstaklingar til viðbótar með stökkbreytinguna. Og svo ef við kíkjum á fjölskyldu B, að þá voru 3 einstaklingar í upphaflegu rannsókninni með þessa hérna stökkbreytingu og svo leiddi fjölskylduskimun í ljós að 22 til viðbótar voru með stökkbreytinguna. Og þetta niðurstöður ensímmælingum og þá sýnum við fjölskylda A og með mjög lág ensímvirkni sem samræmist klassískum Fabry-sjúkdómi, á meðan fjölskylda B var með ensímvirkni sem samræmist later onset sjúkdómi. Og það kom í ljós að meiri hlutin af karlmennunum í fjölskyldu A var með þessu klassísku einkenni og hefði verið með verki, dofa, litla svitamyndun og þar af leiðandi endurtekin hitaköst og þola illa svona öfgar í hita og kulda og voru margir búin að vera með þessi einkenni frá því voru krakkar og sumir voru búin að leita til læknis endurteki án þess að fengist nokkuð skýring á einkennunum. Þrátt fyrir að vera með hana klassíska sjúkdóm og mjög litla ensímvirkni, þá var enginn með nýrnabilun í hópnum, en það var hluti sjúklinga sem var með prótínúríu en eðlilega nýrnastarfsemi. Stór hluti sjúklinga var komið með breytingar í heila sem sástu á segulómun, voru bæði fjölskyldu A og B, bæði af þeim sem voru með klassískan og síðkomi sjúkdóm sem voru komið með hvítaefnisbreytingar eða höfðu fengið strók. Það getur oft gagnast að taka segulómun í hjarta til þess að greina á milli Fabry-sjúkdóms og svo hypertrófíska kardiómyopati sem er á völdum sarkomer stökkbreytinga og það hefur verið lýst svona dæmigerðu útliti á segulómun við hjarta hjá þeim sem er með Fabry-sjúkdóm og það er svona jafn þykkur slegið þar sem að þykknar, þetta er vinstri hluti hjartans sem þykknar allan hringinn og svo er þetta inferolateral hluti vinstri slegið þar sem að er dæmigert að koma skugga með syklista og þetta er dæmigert Fabry útlit hjarta á segulómun. Aftur á móti hérna er það sem hefur lýst sem dæmigerðu útliti fyrir hypertrófíska kardiómyopati, það sem er þykknun fyrst og fremst í septum hluta hjartans og þar er skugga með syklistan en svo er gjarnan eðlileg veggþykkt í þessum hluta hér. En það sem við sáum var að allar þessar myndir eru frá sjúklingum sem voru með Fabry-sjúkdóm og þetta er mismunandi útlit og það er sjúklingar voru sumir með þetta dæmigerða útlit en svo voru Fabry-sjúklingar líka sem voru með útlit sem samnefndist hypertrófískri kardiómyopati og það er ekki nokkuð leið að greina þar á milli með segulómun þannig að það er ekki nóg að taka myndgreiningu til þess að greina hver er undirliggjandi orsök fyrir þykknun hjarta og þá þarf að fara út í erfðarannsókn til að greina hann á milli. Og þá ætlum við að fara yfir í þriðja og síðasta hluta rannsóknarinnar og hérna var í raun og veru meginmarkmiðið að skoða penetransinn á algengu landnæmstökkbreytingum sem greindist hjá meirihluta sjúklingana í fyrsta hlutanum og þá buðum við einstaklingum með stökkbreytingu að koma aftur í framhaldsrannsókn og einnig öllum fyrstugráættingum þeirra. Og í rannsóknarheimsókninni þá voru teknar blóðprufur og sendar í bíómarkar úrvinnslu og svo gerum við erfðarannsókn á ættingjunum. Svo var tekin hjartalínurit og hjartaómskoðun. Það voru þá 285 einstaklingar sem tóku þátt í þessum hluta rannsóknarinnar. Það voru 225 ættingjar sem höfðu ekki fengið greiningu áður, sem ekki greinst áður með hypertrófíska kardiómyopati og af þeim voru 108 sem báru stökkbreytinguna og af þeim sem báru stökkbreytinguna þá voru 49 einstaklingar sem voru með
þykknun í hjarta og þar af leiðandi fá greininguna hýtrós kardiómyopatía. 59 einstaklingar voru með stökkbreytinguna en voru ekki komið sjúkdóm og svo voru 117 einstaklingar sem báru ekki genið og voru þar af leiðandi heilbrigðir og voru kontrollhópur í rannsókn okkar. Og svo voru 60 einstaklingar sem tóku einnig þátt í fyrri hlutanum og köllum þau probands. Þessi mynd sýnir penetransinn á sjúkdómi í ættingjum sem greindust með stökkbreytinguna í rannsókninni. Enginn af þeim hafði greinst áður með sjúkdóm og hérna má sem sagt sjá eftir konur og rauðar og karlar bláir og aldursskipt og þá sjáum við að fyrir 20 ára aldur þá voru lágt hlutfall af þeim sem voru með stökkbreytingu með sjúkdóm. Á aldrinum 20 til 39 ára þá eykst algengi penetransinn gríðarlega hjá körlum á meðan að aukningin kemur mun seinna hjá konum. Og konurnar voru að virðast vera að greina svona að meðaltali 20 árum seinna en karlar. Og svo þegar við komin upp í 60 plus aldur að þá penetransinn hár og jafn í báðum kynjum. Þessi mynd sýnir hjartalínuritsbreytingar hjá hópunum 4 og við sjáum að HCM próband sem voru með fyrir greiningu með mun meiri hjartalínuritsbreytingar en þessi greinast með þykknun í gegnum skimun og algengustu hjartalínuritsbreytingarnar voru Q-bylgjur eða ST-breytingar, fyrst og fremst ST-lækkanir, á meðan mjög fáir voru með Sokololíon eða Cornell skilmerki sem svona kennslubókar útlit fyrir hýptrófí og hjartalínurriti. Þess að fáir sem með það. Þannig að það ekki góð leið til að greina hýptrófí með hjartalínurriti. Og síðan sjáum við að þeir sem bera stökkbreytinguna eru ekki með sjúkdóm, þeir samt með meiri línuritsbreytingar heldur en kontrólin. En ef við skoðum díastóliska funksjón, þá kemur aftur ljós próböndin, þau eru með meiri alvarlegri tannpírstruflun heldur en ættingjarnir sem eru með þykknun, en það var engin munur á arfberum sem eru án þykknunar og svo kontrólunum. Og arfberarnir, þeir eru ekki konum en einu díastóliska félum. Og samantekið, þá algengi HCM á Íslandi sem hefur greinst klínist 1 á móti 1600, en landnema stökkbreytingin sem skýrir 58% af öllum HCM tilfellum og 95% af stökkbreytingum, hún finnst aftur á móti hjá 1 á hverjum 300. Og það mikilvægt að hafa aðra sjúkdóma í huga sem mismunagreiningu, til dæmis Fabry-sjúkdóm, þegar við sjáum sjúklinga með þykkt hjarta án þess að hafa skýringu á því. Og þeir sem bera þessa algengu landnema stökkbreytingu, karlar eru líklegri til þess að fá sjúkdóminn fyrir heldur en konur, en stór hluti arfbera fær sjúkdóminn á lífsleiðinni og ættingjar sem greinast með sjúkdóminn gegnum skimun voru með vægari sjúkdóm þrátt fyrir sambærilegan aldur en þeir sem greinast af öðrum orsökum. Þá þetta komið hjá mér. Og það voru margir samstarfsaðilar sem eru á listanum. Takk fyrir.